Ólafur Bernódusson situr oft löngum stundum í bílskúrnum sínum á Skagaströnd, allan ársins hring, að tálka jólasveina. Þeir eru jafn mismunandi og þeir eru margir og eru farnir í sölu. En við fengum að kíkja í bílskúrinn hans seinustu jól og fengum að sjá og heyra jólasveinana hans Ólafs. Ég veit nú ekkert hvað áhugin byrjaði á þessu, en ég byrjaði á því að tálka þessa litlu stubba sem pakkaskraut og jólapakka innan familíunnar bara. Já. Og ég man ekki, ég held að það var dóttir mín sem hvatti mig til þess að henni fannst þetta svo lítið, það væri ósköp pent, en það væri svona hægt að hengja á jólatréð og þess vegna fór ég að búa til þessa svona stærri. Já. Og þeir eru náttúrulega aðalnúmerið í dag, sko. Já. Og svo fór strákur minn með svona einhver sýnishorn þessu söður og sýndi henni Önnu Helenu í litlu jólabúðinni. Og hún vildi prófa að selja þetta og okkar viðskipti hafa gengið mjög vel síðan. Það er ekkit, ég er engin milljónamæringur eða svoleiðis að þessu, en það hef ég ekki haft tíma til að gera neitt mikið að þessu, en samt. Það er ekkit markmiði heldur að vera milljónamæringur? Nei, alls ekki, alls ekki. Það er voða gaman að þurfa ekki að henda þessu á vettið, Já, skilurðu. Akkurat. En eins og ég segi, þá finnst mér sjálfum, þessir litlu skrattar langskemmtilegastir. Já. Þetta er svolítið veglegt pakkaskraut. Já, þetta er svona bara með hliðinu merki meðanum. Já. En þú tálkar þetta allt saman út í höndunum? Allt með þessum hnífum sem eru hér. Aðalega þessi tveir hérna. Já, það eru þessi tveir. Já. Og hvernig gerirðu? Hvað hugsaðu þegar ég vísu eitthvað, ég nota svo þennan hérna rosalega mikið til þess að afberkja, eins og maður segir, að taka börkina af þessu. Já. Ég tími ekki að láta bitið í þessum í það, Nei. Og svo bara tálka maður. Já, þú byrjar þá að taka alla börkina af þessu. Ég tek börkina af, já. Og svo, sem sagt eins og þessi hérna, þá er ég búinn að sjá fyrir mér að hérna verður nefið og skeggið verður hérna megin. Húan verður nú frekar, þetta verður svona frekar stuttur gæi. Já. Maður sér það, og svo tálkar maður þetta bara niður, smátt og smátt, og hérna er ég svona komið svolítið vel að stað með þennan, búinn að skapa nefið svona næstu því og mynda andlitið á honum, Hvernig beitir maður hnífnum þegar maður er að skera svona í þá andlitsdrættina? Það er maður gerir fyrst það sem maður kallar stoppskurður, þá stingur það svona þangað sem þú ætlar að hafa, hvað þú ætlar að hafa til dæmis augabrúnirnar. Já. Svona, til þess að, svo þegar þú ferð að skera að því, þá stoppar, þá ferð ekki langt inn í spýtuna, skilur við. Já. Þannig að þú gerir svona og hérna kemur, skeggið á honum, ef ég var að skeggið verður hérna einhvern veginn. Það var svolítið fílulega þennan. Svona með skeggið svolítið niður. Já. Það er alls konar svipriði. Já, það er hægt, Þú sér það strax að þetta gömur og hann verður ekki mjög glaðlegur þess. Þannig að þetta er svona sem maður gerir þetta og svo bara skapar maður þetta. Já. Býr þetta til. Já. En oftar en ekki þá er sem sagt þá ræður timbrið eiginlega hvernig þetta verður eins og þessi. Já. Þú sér það, hann þessi. Það sé það, já. Já. Þetta er bara komið þú ættir bara eftir að tálka þetta Já. Bara svona fína þetta til Er það ekki þetta skemmtilega það er að timbrið ræður þessu svolítið? Jú, maður vill það gjarnan og hafa svona einhverja svona eins og þetta, boginn eða hatturinn svona, eða húan að detta á honum eða ég veit ekki hvað að segja Já, og maður sér það líka í þeim að maður sér handbragðið í húinu og í honum öllum. Já, ég gerir það viljandi að láta sem sagt hnífaförin sjást. Ég pússa þetta ekki neitt Nei. Mér finnst þetta er kannski ekki gróft en samt ekki svona rosalega fínt, þú veist. Jólasveinar eru grói gæjar og já, þetta vil ég hafa þetta svona. Já. En svo aftur á móti þegar ég er að gera eins og þetta, þá pússa ég þetta fram og tilbaka og
sem náttúrulega ekki, þetta ekki líkt jólasveini, sko. Nei. Þetta sjá það nú hver maður. Já, þannig að þú ert í alls konar líka Já, ég gerir svona ganni mínu. Þetta nú mest fyrir, menn skrifaði fyrir skúffuna, ég tálka fyrir kassan, sko. Já. En verður ekki þreyttur í höndunum eða maður að nota einhver ákveðna tækni til þess að beita sér betur? Nei, maður verður ekki þreyttur en það kemur stöku sinni fyrir maður skessi, svo sem, það ekki það. Já, eðlilega. Já, en það, nei, þetta er bara fínt, sko. Og ef ég vel leður þá fer ég bara inn að rífa til konna eða eitthvað, sko. Ekki málið. En þetta er svona, ég sá að segja, þinn griðastaður eftir vinnu? Já, það má segja það, sko. Ef ég er ekki að gera eitthvað annað, þá finnst mér rosalega gott að koma hingað og hlusta bara útvarpið og dunda í þessu, sko. Nú skulum við fara ár aftur í tíman og sjá hvað fólk var að gera á Glerártorgi á Akureyri korter í jól. Hvað stendur upp fyrir þér á árinu sem að líða? Vá, ég gifti mig og við ferðumst rosa mikið innlands, ég og börnin mín og maðurinn minn og svo eignuðumst við gæludýr og sem okkur þykir ótrúlega vænt og það er skemmtilegt. Ég hef aldrei átt hund til dæmis áður og þetta var geggjað skemmtilegt að eignast svona fallegt dýr. Börnunum mínum gengur vel og þeim finnst leiðilegt í skólanum af því að það er COVID en nú höldum við að þetta sé að verða búið. Þannig að við erum bara frekar jákvæð. Eru þið búin að skreyta heima? Já, ekki alveg, ekki búin að setja upp jólatré. En það er landsinn, við settum upp seríur í gluggann, svona aðeins til að líka upp á smá skraut, svo kemur þetta smá saman. Hvað er svona uppáhaldsminningin þín frá jólum? Já, mér er bara, þú veist, því ég var lítil og ég ætla að opna pakkana og amma mín var með mér og ég held að það væri munnpakki, hún heitir líka Oddný og ég ætla að opna pakkan og hljóp til hans og sagði systur mín að þetta væri ömmu munnpakki og ég held að það væri minn, ég var bara ógeðslega pirruð. Ég bjó erlendis sem krakki og þegar maður var að fá gjafirnar frá afa og ömmu á Íslandi, það er svona... Hvað eru uppáhalds svona partinu þín af jólum? Maturinn. Hvað borðið þið í matinn? Hreindýrakjöt. Þetta gengur hægt, hægari heldur en hefur gert undanfarin ár, sko. Eru færri á ferli eða? Já, miklu færri, sko. Miklu færri á ferli. En það er nú svona, eykst nú alltaf þegar nær dregur jólunum og mest á Þorlákum svo hefur verið alltaf skemmtilegast að vera hérna á Þorlák. Við höldum yfir í Hveravík við Steingrímsfjörð þar sem Kristín Einarsdóttir þjóðfræðingur býr og hefur kynnt sér söguna Grýlu. Við skulum sjá hvort hún geti komið okkur eitthvað nær því að skilja þessa þjóðþekktu persónu. Nú er hún gamla Grýla dauð, gafst hún upp á rólunum. Er setning sem við höfum mörg hver tautað fyrir okkur á barnsaldri og reynt að halda dauðahaldi í þá trú að þessi ókvænlega tröllskessa sé steindauð og éti ekki fleiri börn. Í Hveravík við Steingrímsfjörð býr hún Kristín Einarsdóttir, en hún er þjóðfræðingur og hefur rannsakað og kafað ofan í sögur og kvæði af Grýlu. Við þekkjum flest Grýlu eins og hún birtist í kvæði Jóhannes úr Kötlum. Þar sem að Grýla bara kemur úr fjallinu og tekur óþekk börn, fer með þau og þá fer að sjóða í pottinum. Og börn eiga bara ekki að vera óþekk af því þá getur Grýla tekið þau. Annað sem gerðist þar enginn veit en Grýla varð samstundis södd og feit. Hún hló svo og nötraði hamarinn og kistan leppalúðan. Þetta er svakaleg ógn. Og ég man sjálf hvað ég var hrædd við Grýlu. En í þessum kvæðum sem eru flest eftir presta á Austurlandi, þar kemur bara allt önnur Grýla fram. Hún er alltaf látin eiga heima í einhverju fjalli í sveitinni. Og svo er hún látin í þessum kvæðum, þetta eru sko svakalega löng kvæði, þau eru alveg kannski 150 erindi.
En það er yfirleitt svona svipusaga. Hún kemur úr fjallinu, kemur á bæina, talar við bændur og bændur eru nafngreindir og hún talar við þá. Hún segir hún segir sko, þú þarft að gefa mér eitthvað að éta. Þú átt óþekk börn, get ég ekki fengið eitt barnið. En bændurnir, pabbarnir, standa alltaf á milli hennar og barnana. Og þeir verja sín börn og þeir segja bara nei, börnin mín er ekki óþekk. Og þú getur bara fengið þennan gamla hund eða þetta gamla hross eða eitthvað. Einn bóndinn hann sko bara datt í það með henni og hvarf með henni inn í hellinn. Það er eitthvað verið að segja bændurnar í sveitinni. Hann er lýst og þeir sko, einn höfundurinn kannski lýsir henni svona, svo vill næsti bæta við og það eru oft alveg svakalega lýsingar eins og í frægasta kvæðinu sem heitir Stefán Ólafsson frá Vallanesi. Hann lýsir henni alveg, hún er sig svo ófríð að höfuðinn ber hún 3, þó er ekkert minna en á miðaldra kú. Kinnabeinin kolgrá og hrútsnefið hátt, þar í 18 hlykkjónum þrútið og blátt. Það er í 18 hlykkjónum og hárstríið hart, ofan fyrir kjaftinn tekur kleprótt og svart. Eyrun hanga 6 saman, sauðgrá á lit. Þetta er svona mikla lýsingar sko. Svo allir vita, Leppalúði er núna maðurinn hennar og hann er svo latur og eitthvað. En semst í þessum kvæðum að þá koma fram 2 aðrir eiginmenn og Bóli að fann nú litla sögur á honum, en Gustur aftur í einu kvæðinu að þá eftir Jón Guðmundsson sem var prestur á Skeggjastað. Karlinn minn hann Gustur í kröminni þá lést, ég varð ofur fegin því af honum fékk mig hrest. Hún át sem sagt Gust, sem að kannski sko, en nú kannski ekki svo svakalegt, af því að hún er náttúrulega búin að vera étandi börn alltaf. Þannig að þó hún éti einn dauðan kall, þá er það kannski ekkert svo rosalegt. Svo er eitt kvæði sem að mér finnst alveg ótrúlega skemmtilegt. Og það er sem sagt ekki eignað neinum eða ekki talað neinn höfund. Og þar segir bara frá því þegar að sem sagt Grýla og Leppalúði kynntust. Og ég hef alltaf kallað þetta veislukvæði. Og hún er sem sagt að undirbúa veislu. Og það er ekkert lítið sem hún hefur í matinn, það eru hálfir hestar og heilir og eitthvað. Og þarna kemur Leppalúði og þarna á hann er einstæður faðir, kemur þarna með einhver börn með sér, eða börn. Klóa langur bjálfi Bóli ber þá í kulda andlit sveitt, Leppalúði vakur voli vílar ekki hann surtu neitt. Þannig er sem sagt haft vín hönd. Veislan stofnast vegleg næsta, var á borðum flesk og brauð, söddu búka drengir desta, drykk af kappi leppur bauð. Þá kom Grýlu strimpan stærsta, staðfullir rétt með bjór og vín, Grýla kallar á börnin sín. Allt til lagga numu þeir næsta, nú tók allt að hljóða, skreppur leppur langleggur og skjóða. Þá þau eru sem sagt bæðunum svona eitthvað smá drukkin, eins og gengur í partíum. Og þá er sagt þá nam Grýla ganga beina, geðstór mælti lúða við, ég vild þú ættir hjá mér heima, heillakarl með allt þitt lið. Komdu bara og búðu hjá mér. Og hann verð við því orðin Leppalúði, lifna tók og hýrnar geð, síðan Grýlu sér fyrir brúði á samri stundu fastna réð. Hann var til í þetta. Börnin eigaðu bæði saman þverlind og þrá, af þeim eru jólasveinar, börn þekkja þá. Af þeim eru jólasveinar, jötnar og hæð, öll er þessi ilsku þjóðin, ung börnum skæð. Það er ekki mikið talað jólasveina í þessum kvæðum sko. Mér finnst líka svo gaman að Grýla hún er svo lifandi. Þú veist, það er ennþá, ég meina Baggalútur gefur út Grýlu lög, eða Leppalúða, eitthvað svona. Það er ennþá verið að semja hana. Og það er náttúrulega kannski, sem sagt,
allt þetta, Grýla og svo þessir jólasveinar, það hægt að segja að þeir séu svona með félagslegt aðhald, þeir eru að segja okkur hvernig við eigum að hafa okkur. Við erum orðin svo ofboðslega meðvituð núna, við hræðum ekki börnin okkar á eina en einu, ekki löggunni, ekki því að einhver tali nú við þau eða eitthvað svona. En þetta náttúrulega mjög handhægt í uppeldinu. Og ein vinkona mín, hún þurfti ekki nema að líta út gluggann og á Esjuna, þá gerði barnið eins og því hefði verið sagt. Ímyndaðu þér, árið 2019, ekkert COVID-ástand, fólk niður í bæ á Akureyri að plana jólin, alveg jafn mikið stress ár hvert, eða hvað? Ég kíkti niður í bæ og heyrði hljóðið í fólkinu. Hvað er uppáhalds íslenska jólalagið þitt? Snjókorn falla. Þú heitir? Lovísa Eymundsdóttir. Fyrsta spurning, Lovísa, er hvað er uppáhalds íslenska jólalagið þitt? Ef ég nenni með Helga Björns. Hvað heitir þú? Ég Tristan Eiríksson. Og hvað er uppáhalds íslenska jólalagið þitt? Örugglega Snjókorn falla, já, með Latta. Það er Jólin hann með Svanhildi þegar hún syngur. Og hvað er svona uppáhalds jólalagið ykkar? Það heitir þegar jólin kom, með náttúrulega móti sól. Já. Snjókorn falla með Latta, ekki klassika. Ok, hvað heitirðu? Ég glemdi að spyrja því. Já, Guðmundur Heiðar Hauksson. Fyrsta lagi, hvað heitirðu? Jökull Karlsson heiti ég. Og hvað er það besta við jólin? Snjórinn og ljósin og pakkanir. Fyrsta lagi, hvað heitir þú? Ég heiti Sigrún. Ok, og hvað er svona uppáhalds jólahefðin þín? Uppáhalds jólahefðin, það er nú bara svo margt. Bara þegar ég fer að skreyta á aðvendunni og svo náttúrulega bara þegar ég fer að steikja rjúpurnar á aðfangadagskvöld eða aðfangadagsmorgun, það er bara toppurinn. Sæl, hvað heitir þú? Ég heiti Þórkalla. Og hvað er uppáhalds jólahefðin þín? Að borða það með fjölskyldunum, bara hafa kósí, bara horfa á jólamynd og borða smákökur og drekka kakó. Borða mikið og gefa pakka. Það er alltaf gaman. Alltaf gaman að gefa. Og hvað er svona uppáhalds jólahefðin þín? Örugglega að baka, já. Sæl, hvað heitir þú? Guðmundur Orri. Og hvað er uppáhalds jólahefðin þín? Góður matur. Og að baka. Og bara vera með fjölskyldunni. Hvað heitirðu? Una Sveinsdóttir. Sæl. Geturðu sagt mér hver er uppáhalds jólahefðin þín? Já, ætlaði að sé ekki tartalettugerðin fyrir jólin. Geturðu nokkuð nefnt mér 3 jólasveina? Kertasníki, bjúknarkræki og stúf. Stekkjarstaur, stúfur og bjúknarkrækir. 3 jólasveina, stúfur. Askasleikir, þörusleikir. Hurðaskellir. Stekkjarstaur, gillingur, stúfur, þörusleikir, pottaskeill, askasleikir, hurðaskellir, skýrgamur, eitthvað gáta þegar kjöðkrókur, kertasníkir. Sæl! Þessi kann jólasveinana, sko. Já, mikið. Og hver er uppáhalds? Kjötkrókur. Og hver er uppáhalds jólasveinninn þinn? Fyrsti jólasveinin. Stúfur. Stúfur. Já, og kertasníkir. Já, kertasníkir. Kertasníkir. Og eru þið mikið að baka fyrir jólin? Ekki mikið en samt einhvað. Já. Og hvað er svona uppáhalds smákaka þín? Anískökur. Hvað heitir þú? Elísabet Guðmundsdóttir. Og hvað er uppáhalds jólamyndið þín? Það er þarna A Christmas Carol. Það er náttúrulega Christmas Vacation er alltaf klassík, sko. Mjög góð mynd, sko. Ég held ég verið að segja Grinch. Ég held það. Mér finnst hún eitthvað ofurfallegur og skemmtilegur boðskapur að allir geti einhvern veginn glatt aðra og að maður þurfa að hugsa náungan. Jólasveinar 1 og 8 ofan koma fjöllunum
ákveða að fara norður og enda hér á N4. Já, við erum komin út á Svalir á Hvannavöllum og hérna fyrir aftan mig eru jólasveinarnir að mæta í hús og það er spurning hvort að við náum eitthvað aðeins að tala við þá. Við skulum kíkja á þetta. Góðan daginn. Já. Þið eru konur á gluggana? Já, ekki gluggagæ, ég samt sko. Nei, þú ert bara í þessu líka. Já, ég heiti Giljagur. En hvað heitir þú? Ég heiti nú Stekkjastörfinnur. Og hérna... Já, ég var sko aðtúa með hurðina, því ég er nefnilega hurðaskellir. Hún var læst. Hún var læst og hvað gerir maður þá? Já, ég veit það ekki. Má ég kannski prófa? Alveg endilega. Ég efast að takist. Ekki sparki hana. Nei. Sko, ef hún er læst, þá gerist ekki neitt. Það er líka gler í henni. Passaðu þig. Já, ég man í fyrra, manstu, þegar það brotnaði. Já. Ég var að kíkja hérna. Já, gera það. Prófaði bara. Já, nei, það er ekki hægt. Nei, það er ekki hægt í dag, sko. Það var eins gott Stekkjastaur að það var ekki hægt. Já, hann hefði brotið gluggann. Já, þetta er ekkert orðið grín. Því allar hurðir í dag, þær eru með svona skelluvara. Já. Eða þær eru gleri og fara svona í hlut hvort áttina. Já. Eða snúast í hring. Já, þá fær maður ganga við í hring. Já, en það er bara, sko, ef maður endar einhvers staðar annars staðar maður ætlar að vera, þá er það ekkert gaman. Þannig að það er svolítið erfitt að vera hurðaskellir í dag. Já, menn þurfa að vera duglegir að aðlagast nýjum tímum í þessu starfi. Já, sko, tímandi breytast og hugsanlega bara jólasveinarnir líka. Ég held það. Já, ég meina við vorum aðeins öðruvísi klæddir í gamla daga. Já. Ekki hef ég fengið nýja fætur. Nei. Það er bara timbur í sér, timbri bara hérna, sko. En eigum við að klára að gefa í skóinn? Já, átti hann þetta? Fékk ég kartöflu? Já, það var bara þegar þú varst lítill manns og þá kastaði hann út gluggann. Já. Já, ef ég geym hana lengur. Það væri ágætt held ég. En eru þið með einhver ráð fyrir því að fá betri skóinn? Hvað á maður að gera? Já, sko, við ekki hvað við sögum að þau krakkara, sko. Það er svona þetta þrennt, sko. Það er að busta tennurnar. Vera stilt. Já, og hlýða mömmu og pappa. Já. Og svo þriðja sem er það mikilvægasta. Taka til í herberginu sínu. Já, þá fær maður gott í skóinn. Það er alveg örugt. Visst. Og það er alveg örugglega til eitthvað í skóinn, sko, ef að maður fer að þessum þremur atriðum. Já. Nú, til dæmis epli. Já. Svo lauma papparnir stundum skónum sínum í. Já. Og það er bara laukur í hann. Papparnir þeir eiga ekki að gera þetta. Nei. Þeir fá ekkert. Sko, við finnum það strax á hérna lyktinni. Já. Þess vegna setjum við laukinn, svo verður ekki svona vond lykt. Það er að stærðin á skónum, hún skiptir ekki öllu máli. Nei, aðalega lyktin, sko. Aðalega lyktin, já. Og svo náttúrulega, sko, skrifa börnist okkur stundum bréf. Já, það kemur fyrir. Ég er ekki Stekkjastöð, varstu með? Já, ég er hérna með bréf, ég er að fara. Já, hérna er Guðrún og Ragna og Andri og svo er hérna Tómas, Ásdís og Solveig. Já. Og þau eru öll að fá svona bréf frá okkur. Já, þau segja að þau séu búin að vera rosalega góð. En ég á eftir að tala við pappa þeirra og geri það nú bráðum. En þetta er alvöru bréf, þið eru ekki að fá tölvupóst eða hvað? Hvað? Tölvupóst? Nei, veitu hvað, er ekki pósturinn löngu hættur að ganga þarna? Jó, hann kemur ekkert yfir lokakil, sko. Þetta er nú svolítið skítugt, en... Hvað gerðirðu við þetta? Þetta er bara, ég var allir skítugur þegar ég var að skrifa þetta. Varst að drekka kúmenkaffi og heltir yfir þetta? Já, ég ætla ekki að segja það þér það neitt, sko. Nei, þú setjum kollur, óttalegu setjum kollur hefur verið alla tíð. En þetta er bara svona, og þetta er svo gaman. Skrifa blessuðum börnunum bréf og þau verða svo glöð og ánægð. Hvenær lærið þú eiginlega að skrifa? Já, ég fekk það nú umfram ykkur. Enda ég elstur og gamla, hún hjálpaði mér nú að læra þetta. Það var áður en við allir hinnir komum til sjónar, þá hafði hún engan tíma. Nei, þú sást alltaf þetta. Við þurftum ekkert að gera þetta. Ég gera það og gera það ennþá. En við hins vegar, við munum aðeins meira, því við þurfum að muna hvað það var að segja. Þú þurftir ekkert að tala um það endilega. Já. Ég held það, já. Ég þarf að koma þessum bréfum suður yfir heiðarnar hérna. Við ætlum ekki að tefja ykkur allt of mikið þegar þið að halda áfram, það er nóg að gera. Við erum snöggir. Þetta er komið reynsla á þetta hjá okkur. Við erum allstaðar á hvergi. Rúdolf er hérna hinum megin við hæðina.
og býður eftir okkur. Já. Hann er góður. Eru þið áfram með ykkur? Já, þakka fyrir. Já, takk. Nú Gunn á nýju skónum og nú að koma jól. Siggi á síðum buxum og Soll á bláum kjól. Soll á bláum kjól, Soll á bláum kjól. Siggi á síðum buxum, Soll á bláum kjól. Mamma enn í eldhúsinu, eitthvað að fást við mat. Indæla steik hún að færa upp á stærðarfat. Upp á stærðarfat, upp á stærðarfat. Indæla steik hún að færa upp á stærðarfat. Pabbi enn í ógnarbasli á með flippan sinn. Fljótur Siggi fyndur snöggvast flippanappinn minn. Flippanappinn minn, flippanappinn minn. Fljótur Siggi fyndur snöggvast flippanappinn minn. Kýs eitthvað órótt líka út brokkandi. Ilmurinn úr eldhúsinu svo lokkandi. Svo lokkandi, svo lokkandi. Ilmurinn úr eldhúsinu svo lokkandi. Jólatréð í stofu stendur, stjörnur glampar á. Kertin standa á grænum greinum, gul og rauð og blá. Gul og rauð og blá, gul og rauð og blá. Kertin standa á grænum greinum, gul og rauð og blá. Já, það sko svo fallegt. Það alveg hægt að sjá þetta fyrir sér. Ég sá þetta bara hérna. Þetta alveg. Jólatréð svo fallegt. Teikna mynd bara.